Píratar eru 10 ára. Það var aðalfundur helgina og þá kom það fram að flokkurinn verið 10 ára. Ég veit ekki. Það er svona áfangi í stjórnmálum. Kannski ekki allir hafi spáð Pírötum svona miklu langlífi þegar það byrjaði. En hingað eru komin Halldóra Mogensen og Björn Leví Gunnarsson. Velkomin. Já, til hamingju með 10 ára afmælið. Takk fyrir. Áfangið, tekast það að tala. Segðu mér af hverju eru Píratar til? Taka löngu söguna. Píratar sem hreyfing. Já, eða á Íslandi, af hverju voru Píratar stofnaðir? Til að svara hverju? Já, það hafa verið þó nokkrar breytingar bara á mannlegu samfélagi núna undanförnum árum með ýmiss konar tæknibreytingum, eins og hefur oft gerst áður í gegnum söguna, en svona nýjasta byltingin með internetinu og svo framvegis bætti rosalega miklu í svona þá samskipta möguleika og rauninni lýðræðis möguleika sem var hægt að nýta með tilkomu internetsins. Og fólk fór svona að sjá það meira og meira. En maður meira eftir þessu, Björn. Í upphafið, þá var það svona beint lýðræði og maður heyri minna þessu hjá ykkur núna. Þetta byrja náttúrulega, þú veist, þetta er svona, hefur líka með hrunið að gera. Að þá kemur náttúrulega fer af stað nýjar svona pólitískar hreyfingar sem að eins og hreyfingin sem að Birgitta Jónsdóttir og þessi samfélag lendur svona á núllpunkti og allir fara að leita að eitthvað, hver eru við og hvert þau eru að fara. Já. Það gamla er ónýtt. Já, það er aldrei ég held að þaðan sem að svona þetta inspiration kemur allavega hjá okkur sem að stofnuðum þetta, þá snýrist þetta allt það að maður átt að segja á því að kerfin eru bara byggð á úreltri hugmyndafræði sem er ekki virka lengur í nútíma samfélagi. Og það er aldrei það sem að Píratar eru stofnar ekki, og þetta með beina lýðræði, þetta hefur alltaf verið til staðar. Þetta er alltaf til staðar í orðræðun okkar, í ræðunum okkar og allir í nálgun okkar, þú veist, þetta er í grunnstefninu okkar. En það sem kannski breyttist, og þetta var svo fyndi, ég upplifði svo sterkt hvernig það var í fyrstu kosningabaráttunni 2013, þegar við svona löbbuðum dálítið þann raunveruleika að fjölmiðla sett okkur óbúslega mikið í kassa, þú veist, það er búið að ramma alla umræðu fyrirfram. Hvernig kassi eru Píratarnir í? Nei, ekki sett okkur í kassa, við vorum utan kassa. Það er alltaf verið að biðja okkur hvað er stefnan þín í þessu og stefnan þín í þessu og stefnan í þessu. Við vorum nýr flokkur og við vorum bara að reyna að koma því narratíf í gang að stefnan okkar er afurð samvinnu grasrótarinnar og að reyna að útskýra þetta. Við erum ekki stefna, við erum aðferð til að komast að stefnu og þið fáum þetta seinna. Já, þú veist, þetta var rosalega erfitt. Þetta er frekar óþolamaður að heyra þetta. Já, þetta var frekar erfitt að selja þetta og erfitt að koma þess að framfæri á hátt sem fólk skildu og tengdu við. Þannig að auðvitað þurftu við líka bara að þróast og aðlagast eftir því sem að... En nú er komið stefna og talandi svona beint lýðræði og svona, þið voru með aðferð til þess að móta stefnuna. Þegar eitthvað fæst frá því þeirri aðferð. Nei, nákvæmlega svo sama okay. og stefnumótunin er stöðugt í gangi en þegar það er tómarum í stefnum eða það er koma upp máli í samfélaginu það sem við erum ekki með stefnu þá kemum bara eftirspurn eftir því að við segjum okkar skoðun og þá köllum við í fólk og það bara púslar saman sínum skoðunum og kýsum það. Á þessum VF? Ég meina í raunheimum líka en svo er kostningakerfið þarna á webnum expo.pirata.is og ég fyrir stundu þar inn ef mér leiðist og les. Það er nóg að lesa. Það er ekki skortur á stefnum en svo uppfærum við reglulega, við uppfærum loftslagsstefnuna til dæmis fyrir kosningarna núna og það er málaflokkur sem er í mikilli þróun þannig að við stefnum að því að endurskoða aftur núna bara í vor vantanlega miðað við nýjustu tölur og svo framvegis þannig að sum svona málefnasviðin eru á hraðari svona ferð heldur en önnur og stundum kemur kall að uppfæra eitthvað á stefnum velferð dýra til dæmis ekki langt síðan það var uppfært og það hefur gert svona oftar nær kannski kosningum og það er farið yfir hvað erum við með núna, hvað er búið að gera síðan síðast, hvað þarf að uppfæra og þess aftar. Þannig að það er ekki eins svona dýnamískt og hratt eins og það var í upphafi þegar voru engar stefnur, skiljanlega. Núna þegar við komum með svona fastari svona grundvöll og þá gerist það svona meira í kosninga svona hringnum. En grunninn er alltaf að vinna á þann hátt að þetta sem aðgengilegast fyrir sem flesta að koma sínum
áherslum og framfæri, þannig að við erum alltaf með svona pírataþing, það sem að við reynum að involvera grassrótina, þannig að allir koma sínum áherslum á framfæri og við vinnum þessar stefnur á eins gagnsæin og inklusív hátt og mögulega hægt Fyrir 10 árum, ef þið hefðu verið að velta fyrir ykkur, hvað verður eftir 10 ár? Hefðu þið giska á að Pírata væri svona eins og þeir í dag? Og hvað fyrir ekki? Ja, alls ekki. Ég var erlendis í námi þegar ég sé Pírata vera svona startast á Íslandi og ég kannaðist aðeins við Helga til dæmis og Smára, við verið með í skóla með Smára. Tölvunördan í hóflum. Já, þannig ég vissi að hugmyndafræðin á bakvið, það var ekkert fake Þau kunnu þessa aðferðafræði það hvernig við nálgumst vandamál á allt annan hátt heldur en bara að leita einhver leiðtoga á þess aftar. Við kunnum svona ferilinn sem slíkan. Þannig að ég þarna út í útlöndum og segi bara, herðu ég til að hjálpa. Og svo fæ ég bara dembu alls konar fyrirspurn frá fjölmiðlum og ég bara hamra það. Stórhættulegt að bjóða sig fram. Já, og svo bara setjum ég einhvers þar á lista þarna, en það er ekki þannig, það er bara kosning, þannig að ég bara íti og býð mér fram á lista og enda bara í öðru seti. Ég bara, það hef ekki svona hitt mig, hvað í gangi? En þetta var bara þannig var kúltúrin þarna, það voru allir að koma í gegnum netið á sem sagt félagsfundi og taka þátt með spurningum. Mælirðu með þessari aðferð í dag við að velja inn á lista að það sé þarna maður í öðru sæti sem að 2 í hópnum hafa hitt og þekkja? Já. Þannig að það geti gerst í dag líka? Það hefur alveg gerst. Ég hafði til dæmis ekki hitt Lenju áður en hún var kosin í 3. seti til dæmis. Bæði og það er að fólk að koma bæði sem þekkir sem er kannski eðlilegt, maður tekur að koma með fólk inn í hreyfinguna sem hefur áhuga og svo koma nýr aðilar sem að maður þekkir ekki neitt, einmitt eins og Lenja sem kom einhvern veginn, ég hafði aldrei hitt hann áður og svo kynnt hún sig í kynningunni og hún bara rústaði því Og prófkjöri. Já, í kynningu fyrir prófkjöri. Það er prófkjöri ykkur. En því ég spurði Björn hvort að ef ég spurt það fyrir 10 árum, hvort hann hefði séð hvernig hann segi Pírata fyrir sér í dag, 10 ára seinna, hefðirðu giskað á svona sirka þetta? Ertu þá bara að tala þróun flokksins, alveg frá því að við byrjum, mér fannst alltaf frekar ólíklegt að við kemst á þing við þarna 2013, ég veit ekki, það var ekki eitthvað sem að ég var beint viðbúin fyrir, en það var ótrúlega skemmtilegt að það skildi ske og var ótrúlega flott og gaman að fylgjast með þessum 3 einstaklingum sem komist inn á þing fyrir Pírata, þannig að ég veit ekki, það er voða erfitt að dæma það hvort að ég taldi á þeim tíma, ég var ekkert beint með eitthvað svona mjög sterka sýn á hvað yrði flokkinn, og hvernig við myndum þróast, og í lok dagsins að snýrði alltaf einstaklingunum sem koma inn í hreyfinguna líka, það er alltaf hreyfingar, þær breytast og þróast líka með fólkinu sem kemur orkuna sína inn í hana. En hvað eru Píratar í dag? Hvaða gagn má hafa Píratum? Það er bara mjög margt og mikið. Við erum ötulasti stjórnarandstöðuflokkurinn á þingi. Minnum sífellt á spillingarmálin sem eru í gangi. Við minnum sífellt á svikin við þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem er 10 ára líka í bara núna í október og við líka það sem mér finnst einkenna okkur og ég hef alltaf fundið fyrir þessu opaslega sterkt ég kem inn á þing ég hef ekki hugmynd hvað ég var að fara út í og ég held að það eigi við marga sem er að koma þarna inn það er opaslega mikið að hefðum og það hvernig Píratar koma inn í þetta við erum svo óhrædd við að Það er svo bara að láta þessar hefðir ekki festa okkur í einhverju formi sem að hentar okkur ekki. Þannig að ég held að við höfum verið ótrúlega mikil drifkraftur bæði í þinginu, bara breytingar í starfi þingsins, innra starfi þingsins. Við vinnum... Það sé árangur af eitthvað starfi. Já. Ég hef með dæmi, hverju hafið þið breytt? Við höfum bara haft gríðarleg áhrif á, til dæmis á aðra flokka. Hvernig við vinnum versus hvernig aðri flokkar vinna hefur verið allt öðru síðan. Það er gríðarlega mikil hierarkía og meðan við erum með hann flata strúktúr og ég hef oft fundið fyrir því hvernig margir þingmenn koma oft til okkar til þess að fá upplýsingar sem að kannski út í upplýsingamiðlun í öðrum flokkum er bara alls ekki jafn góð og hún er hjá okkur. Við
deilum öllum upplýsingum með öllum innan þingflokksins í raun. Það er ekki hýraki í öðru flokkum, ég meina Bjarni Ben stjórnar Sjálfstæðisflokknum, Katrín Jakobsdóttir stjórnar VG. Nú bara Samfylkingin á pásu vegna þess að við ekki hver áfara stjórnunum. Dæmi það til dæmis hvernig við höfum breytt utanum er að okkar svona filosófía dálítið að upplýsa það hvað verið að reyna að fela. Og það var fyrir nokkur mánuðum síðan að þá átti að reyna að tróða löggjöf í gegn bara án þess að það átti bara að gerast kyrrþegirunni. Það var oft gerst. Já, það var oft reynd og þá erum við tökum við og spyrjum svona auðalegu spurningana. Hvað kostar þetta? Og þá allt í einu komast við að því að þetta var verið að svína á sem sagt þeim hópi fólk sem að löggjöfin beindist gegn og það hefur síðan orðið að dómsmáli sem að vannst og ríkið tapaði. Þannig að það er til dæmis dæmi það sem að við höfum verið að breyta því hvernig svona leyndarhyggjunni sem er innan hús. Og ekki kóa með það gríðarlega mikið leyndarhyggja og það er gríðarlega tendans líka hjá stjórnarandstöðinni til þess að kóa einhvern veginn með þegar að vera með í partíinu einhvern veginn. Já, og vera til í að leyna einhverjum upplýsingum sem að við kannski erum ekkert alveg til í. Og auðvitað er það ástæðan fyrir því að fólk hefur kannski á einhvern hátt aðri flokkar að veigra sér við að þegar hefur komið að stjórnarmyndin og annað. Ég efast ekki að það hafi verið erfitt fyrir aðra flokka að kannski er ekki jafn spenntir fyrir samstarfi með okkur út af því að við erum ekkert alveg jafn til í að kóa eins og aðrir. Það var ekki hægt að vera í stjórnarmyndin að vera við ykkur að þið þurfið alltaf að spurja einhvern hóp að senda þetta út í kosningakerfi. En það þurfa það allir. Er það ekki bara basic og öllum flokkum? Þeir bara afgreiða málin og svo koma þeir og fá samþykki og kleppa þeir. Já, það er samt kannski það sem að fólk átt að segja á að þegar það er gert meirihlutasamstarf þá er gerður meirihlutasamningur sem að á við kjörtímabilið. Þannig að það væri ekki hægt að koma með eitthvað annað mál, eða breyta einhverju innan hans af því að einhverju grassrúturinn er að segja þetta var ekki vera svona, þetta var hins einn. Það er búið að samþykkja þann samning og grassrúturinn er búin að samþykkja þann samning sem gildir þá fyrir allt kjörtímabilið. En ef maður skoða stefnuna og áherslur ykkar, þá eru þið stundum svolítið á svæði samfylkingin Viðreisn. Ég er eiginlega frekar á því og svo myndir þið kynna þessi flokkar sér sem hóp stundum. Já, ég er eiginlega frekar samt á því að á undanförnum árum þá hafi samfylkingin og Viðreisn frekar að vera herm eftir okkur. Það er þess vegna sem að til dæmis núna er verið að segja að samfylkingin þurfa aftur að fara í sína rætur. Ég held að það sé mynd af því að þau hafa verið að elta okkur. Þau hafa þurft að elta okkur. Það hafa týnt sér með því að elta ykkur. Já, dálítið þannig, myndi ég segja. Og hver eru þá rætur samfylkingarnar? Þær eru í þessu barnabóta, vaxtabóta, húsnæðisbóta, kerfum, dreifingunni og svo. Klassískri sósíaldemókratíu 20. aldar. Sem þú ekki hrifin af það? Nei, við höfum verið að tala um borgaralaunin til dæmis, skilyrðislausa grunnframfærslu sem kemur þáttúrulega í staðinn fyrir all þessi mismunandi bótakerfi sem er rosalega innbyggður svona fátæktar gildra í þau kerfi. Það sem að ef þú færð aðeins og mikið tekjur, þá missur allt. Það er tekjutenging nýfrjálshyggjuáruna. Það er ekki svona sósíaldemókratan. Það er samt það sem það hefur verið, sko. En þeir eru ekki sósíaldemókratin að skilgreina sína rætur og við skilgreinum bara okkar. Ég held að það sé langskynsamlegast. En það sem mér finnst vera stærsti munurinn er, og þetta hefur skipt mig ótrúlega miklu máli og auðvitað erum við Píratar í þingflokknum og í hreyfingunni öll með mismunandi áherslur og hugsunum hlutina dálítið öðruvísi og það er eiginlega það fallega við þetta. Mér finnst svolítið ólík í stjórnmálum en þetta. Já, við erum mjög ólík en við vinnum óbúslega vel saman og við erum alltaf með grunnstefnuna sem leiða okkur áfram. Þannig að sem að svona passa upp á okkur og vissum ekki fast land undir okkur. Þannig að en mér finnst gríðarlega mikilvægt að ég sé Pírata sem dálítill byltingarflokkur, ég skal bara segja það, svona kerfisflokkur sem er komin til staðar til þess að hrista upp í kerfunum. Breyta kerfinu eða laga. Já, en sýna bara í raun og veru tala aðra valmöguleika. Varpa ljósi á aðra valmöguleika, öðruvísi samfélag sem við gætum búið í. Mér finnst samfylkingin ofta að först í að plástra upp gömul kerfi. Umbótaflokkur. Umbótaflokkur. Ég held að það sé komin tími til þess að
algjörlega breyta hvötunum í grunnkerfunum okkar eins og hagkerfinu og annað og Píratar eru á bak við það, við erum með stefnir þess efnis. Þannig að við erum dálítið meira inn í einhvern veginn finnst mér oft vera svona stóra myndin og hvernig allt tengist, og það sem mér skipta mestumáli að við gerum þetta út því þegar ég kem út í pólitík og ég byrja fyrst, það helsta sem að hélt mér dálítið frá pólitík var alltaf þú veist, mér finnst fólk verða svo reitt og reiðin fyrir mér, ég skil hana en þessi niðurrifið að vera þar, að vera alltaf að rífa niður maður á það til... Það er alltaf að bylta Býtu, leið mér að klára, það þarf ekki að rífa niður til þess að bylta reiðin fer allt og auðvitað út í hatur og við verðum það sem við hötum, það er bara þannig, við verðum einhvern veginn að óvinninum okkar þegar við erum í hatrinu, þannig að það sem skiptir mér svo miklu máli er uppbyggingin, að byggja frekar upp eitthvað nýtt og sýna þann valmöguleika, við getum fært okkur yfir að þess að bylta, við þurfum til þess ekki að rífa niður núverandi hagkerfi, við getum bara breytt hvötunum í því og organíst að það færist það yfir í eitthvað annað form. Þú veist, það er munurinn á að vera í niðurrifi versus að vera að byggja upp og auðvitað dettur maður oft, þú veist, í niðurrifi líka. Þetta hljómar eins og umbætur frekar heldur bylting, að taka nú verið hagkerfi, laga aðeins. Er bylting fyrir þér bara blóðugt stríð eða? Þú byrjar að tala að afgreina umbætur og byltingu. Já, ég sé þetta. Þannig að þú lýsa eins og bara lagfæring á hagkerfinu. Þetta finnst mér sko, ef við ráðumst á rót vandans og við tökum þessu stóru kerfi og við færum þau yfir í eitthvað annað form, þá hlýtur það að vera bylting, það er algjör kerfisbreyting, ég er bara að segja að það gerist ekki svona. Breytir í hægt og bítandi innanfrá. Það var dálítið þannig sem að sko, þegar Píratar voru stofnaðir að þar var fólk sem var orðið þreytt á því að vera einmitt að reyna að breyta kerfinu utanfrá. Það hafði ekki tekist. Utanfrá einmitt. Þannig að það ákvað að prófa að taka það skref að gera það innanfrá. Og hugmyndafræðin það hvernig við svona fungerum með sko lýðræðisferlin okkar og svoleiðis kemur dálítið inn í það til þess að svona halda utan að fólk var ekki kannski aftur í rosabyltingarhaminn, að gera þetta á skipulegan hátt. Og það hefur held ég tekist mjög vel. Ég vonaðist eftir hraðari breytingum og ég held til dæmis að ef að nýja stjórnarskráin hefði verið kláruð þarna fyrir 2016 Nákvæmlega. Eða jafnvel fyrir 2013 þá hefðu Píratar jafnvel ekki orðið til. Já. Þú segir að það hefði náðst árangur. Hvað hefur jákvætt breyst í íslensku samfélagi þessu 10 árum? Nei, ég er að segja að það hefur gerst allt of hægt og er mjög lítið. Sko. Ég hefði viljað að gerðist hraðar. Við erum ennþá með sjálfstæðisflokk sem að sko, það stjórnar rosalega mikið því hvernig starfið fer fram á þingi. Það er ákveðið svona gíslataka, bara hótunarstarfsemi, þú veist, það er... Hann er bara pappinn og á þetta allt saman? Rosalega mikið þannig og það býr til þá aðferðafræði sem að aðrir geta valið úr til þess að svara. Bara ef þú segir, ég ætla ekki að gera þetta, hvaða valmöguleika hefur til þess að svara því? Við höfum reynt að bæta við þessum auka valmöguleika að upplýsa svona hótunartaktík. Og það gerist hægt, við reyndum að fá þannig einhvern tímann að þú veist, svona, samningar á milli forseta og að flokka veru skrifaðir og Steingrímur mjög streittist rosalega mikið móti því, þá getur miðflokkurinn algjörlega, þú veist, sveik eitthvað munnlegt lofar þarna þeirra á milli, þá gerði hann skriflegt samkomulag við á, en þá kvittaði Sigmundur Davíð undir samkvæmt samtali Sigmundur Davíð og ofan í skriflega samtali bara, þannig að þú veist, það er rosalega mikið svona togstreitu á því hvernig við ætlum að reyna að fá okkar fram og svona En stórar breytingar verða oft þannig, þú veist, út í fyrir mér við líka bara að planta fræjum. Mér finnst það vera svo mikilvægt og það oft tekur tíma, maður þarf að vökva og það tekur tíma fyrir það til þess að vaksa. En það er eitthvað sem... Það er stíð á fræjum. Já, fyrir það er alveg svo sem hægt að gera það. En ég hef alveg séð, þú veist, orðræðuna breytast gífurlega mikið á þessum tíma sem við erum búin að vera inn á þingi. Það er kannski erfiðara svona að benda nákvæmlega á hlutina, þú veist, en ég finn fyrir breytingunni og mér finnst hún að vera jákvæð. En það er líka oft þannig að þegar koma nýja hreyfingar inn þá þarf maður að taka eitthvað skref aftur á baka að maður getur farið áfram og ég finn þetta núverandi ríkisstjórn. Ég held að þetta sé ofboðslega mikið svar þeirra
þú veist, ég held að þetta hafi verið tilraun til að losna við alla þessa litlu nýju flokka. Þau reyndu að fá Samfylkinguna með sér í lið. Ég held að þetta hafi verið tilraun til þess að sýna almenningi, sýna samfélaginu, þessi 4 flokkar alveg nóg. Þau geta stjórnað þessu og það hittir bara fyrir og bara truflun. Og ég held að þetta hafi verið misheppnuð tilraun. Og ég held að þessi ákvörðun að gera þetta, þótt þetta sé afturför, að þá gæti afturförin verið hluti af ferðalaginu áfram, ef að það meikar eitthvað sens. Þannig að Eitt skrifa aftur og bæta áfram. Þú veist, það allavega vonin mín, en ég náttúrulega óvenju svona hopeful og vongóð, þannig að... En svona gagnrýni frá hægri, því þeir sögðu að Samfylkingin hefur verið gagnrýnd fyrir að verða of lík Pírötum og þessu að fara að leita í ræturnar. Þetta eiginlega gagnrýni frá hægri sem að Píratarnir bara elta eitthvað svona tískumál í fréttunum, rjúka upp með eitthvað læti og það gallið við Samfylkinguna, hún eiginlega að tapa svona kjölfestunum sinni og eltir þetta bara. Þið skrifum undir þetta? Að hvað, við séum bara elta umræðuna og bregðast við. Það náttúrulega... Populískur flokkur. Það tvennt... Það er ekki populískur flokkur, myndi ég segja. Við erum lýðræðissinnar Fer eftir hvernig skilgreini í popúlismi, þetta upprunalega skilgreini, erum við að tala lýðskrum eða popúlisma eða? Þið eltið svona hitamál dagsins. Þá þið fyrst upp í ræðupúlt. En þetta svo bara kortir í seinna, þá kom eitthvað annar mál. Og engin veit hvað það snýst. Þetta eitt af vandamálunum við samfélagsumræðina í bara heilsinni, að þegar að koma upp spillingamál, sérstaklega, að þá einhvern veginn nýtt spillingamál komið áður við búin að afgreiða það gamla og hvað ábyrgð líkur nákvæmlega, það er sífelld endurvinnsla þeim. Þetta það sama og þú veist, við erum kannski ásökuð varðandi populismi að gera. Við hoppum bara á svona máli sem í gangi í dag, en þannig bara samfélagsumræða, þannig bara almenningsálitið. Þannig þið eru þannig. Við bregðumst við erum í stjórnarandstöðu, við erum stjórnarandstöðuflokkur og þegar það koma upp, þú veist, hneyksli eða spillingarmál eða eitthvað er alvarlega og almenningur eru að kalla eftir aðgerðum, auðvitað bregðumst við. Ég held að við værum ekki að sinna okkar starfi ef við gerðum það ekki. Þegar það er neyðarástand á spítalanum, auðvitað sjálfsögðu bregðst maður við og reynir að gera eitthvað í því og reynir að þrýsta, og þetta snýst þrýsting líka, út í oft er ríkisstjórnin að bregðast við þegar að þrýstingurinn verður nægilega mikill, bæði utanfrá, frá samfélaginu, en líka innanfrá, frá stjórnarandstöðinni, út af því að þegar við þrýstum, þegar við fyrir í pontu, þegar við tölum, að þá fara fjölmiðlar í gang og þeir fjalla það og þegar fjölmiðlar fjalla það þá áttar almenningur sér líka á því hvað er í gangi og það eykur allt þrýstingir á ríkisstjórnum til þess að gera eitthvað, þannig að það er það sem það snýst Stundum er þetta sýnt sem að var ekki Þráin sem sagði hvað var það, hálftími Hálfvitana. Þið vitið það, stundum er þetta myndirnar sem að koma í fréttunum eru bara að næri engin botn í þessu Þið að segja eitthvað svo bjallan alltaf á bakvið það er erfitt, en mikilvægasti munurinn kannski á því sem að gerir einmitt Pírata ekki að populistaflokk, þó við náttúrulega hoppum alltaf í umræðina, að þegar það á að taka einhverjar ákvarðanir, að þá leiðbeinir grunnstefnum okkur það hvernig á að taka bestu ákvarðanir, hvernig á að safna upplýsingum, þannig að populismi virkar grunninn til þannig, að það er ákveðin krafa að þetta sé gert, það sé brugðist við þessu og það sé gert á þennan hátt, en við tökum alltaf pásuna á því það þarf að bregðast við þessu, en einhverjir aðrir valmöguleikar í stöðunni sem hægt að bara nota í staðan fyrir það sem er ákallið og oftar en ekki hefur bara fólk rétt fyrir sér. Þannig að ef maður velur það þá lítur það populist út, en það bara af því að fólk kannski hefur almennt séð rétt fyrir sér með viðbrögðu spillingamálum. Þannig að þá er erfitt að greina á milli hvort það sé populíska ákvörðun að ræða eða hvort það sé rannsakaða ákvörðun að ræða eða ekki. Þannig að það er erfitt. Þetta var svona gagnrýni á hægri sem ég var að reyna að tala eins og Davíð Oddsson. Gagnrýni á vinstri það að eins og frekt að þykist við vera hvorki hægri eða vinstri eða bæði, ég náði ekki. En sá sem að segist hvorki vera hægri eða vinstri, hann er náttúrulega hægri þegar á reynir. Okay. Það er svona gagnrýni frá vinstri. Já. Þannig að ef þú tekur ekki bara afstöðu... Er það ekki bara gagnrýni frá ykkur? Það er frá vinstri, við erum frá vinstri. Og fáir vinstra megin. Samfylkingin er komin til ykkar. Helst sá sér þetta sem segir þetta. Þetta er nú franskur frasi sem að segir þetta. Sá sem að segir hvorki vera hægri eða vinstri, eins og til dæmis Macron. Þegar áreinir, þá náttúrulega reyndist það að vera til hægri. Þetta frakkar að segja þetta af sárri reynslu. Að
þegar þú tekur ekki upp verkalýðsbaráttuna, stöðuna með hinnum kúuðu, stendur þar, ef þú tilhugast ykkur valkostur að gera það stundum og stundum ekki, þá reynslan hjá stjórnmálum þannig að þeir eru oftast með Ég held að við höfum alltaf grunnstefnan bara þar. Valdefla þá valda minni. Það alltaf bara í grunnstefnu Pírata. Þannig að það best, sko, ég held að eina ástæðan fyrir því að Píratar verða til, ef við bara fyrum aftur í það, til þess að valdefla þá valda minni. Það hefur verið mitt driving force alltaf í pólitíkinni, að lyfta upp, sko, gefa rödd og móta kröfur Já, út af því að þetta svo fundamental. Ég held að þetta sé eitthvað sem sem við vannmetum alveg gríðarlega mikið og það svona disconnect hjá einmitt þessum efri stéttum eða þeim sem eru efnameiri í samfélaginu. Átta sig ekki á mikilvægi þess að allir í samfélaginu hafi það gott, að við séum að skapa samfélag af gnægð, það sem við getum lyft öllum upp út af því að það ekki, við þrífumst ekki, við blómstrum ekki sem einstaklingar og samfélag nema við höfum alla með okkur út af því að við erum öll svo ótrúlega tengt. Þannig að þetta eitthvað sem hefur verið drifkraftur minn og ég veit flestra Pírata út af því að við erum öll svona samansafn einstaklingar sem hafa verið mjög jaðarsettir og þurft að díla við erfiðar aðstæður og einelti og annað sem hafa komið saman einmitt til þess að búa til eða skapa réttlátari heim. Þannig að við höfum alltaf staði með jaðarsettu fólki. Ég svona í anarkismanum daldið það rífa niður valdið og dreifa því. Já. Þannig að alls það það sem einhvers staðar verið að misnota. Það ekki svona stéttabaráttu hugsun í Pírötum. Það valdabaráttan, sko. Hún það líka. Og þú veist að viðurkenna það sjálfsögðu að valdabaráttan á milli fólks í mismunandi aðstöðu, mismunandi stéttum tvímælalaust. Fókusin hjá okkur hefur einmitt verið kannski á því hvernig þau sem eru með völdin beita þeim og reyna að sem mest að kroppa í þau og dreifa þeim til þá allra. Ég myndi segja hægri, sko birtingarmynd hægrisins fyrir mér einstaklingshyggjan. Ég vil, þú veist, bara út með einstaklingshyggjuna. Þetta versta hugmyndafræði. Þetta versta hugmyndafræði sem hefur þetta bara úrelt hugmynd, við erum hópdýr. Við höfum þróast mannkynið á því að vera saman hópur. Við þurfum að hvort öðru að halda. Einstaklingshyggjan að drepa okkur, hún að drepa samfélagið okkar út með þetta. Þannig að þessu leyti að þá, ég get aldrei séð það að ég sé hægri manneskja, en ég mjög frjálslynd og ég oft finn sko að ég get þú veist, ég oft skil sko hugmyndir sem koma frá hægrinu, finnst mér oft bara Hægrið ekki frjálslynd. Hægrið á móti þungunarofni, á móti réttindum kvenna, réttindum svartra, en þeir eru á sumum stöðum, réttindum fatlaðra. En stundum eru þeir mjög frjálslyndar hugmyndir. Vinstri hefur barist fyrir öllu þessu. Það eitthvað svona furðuleg hugmyndum. Ég veit, þetta allt komið á haus. Ég lýsi oft sem, sko, við erum einstaklingar í samfélagi manna. Og þar sér maður sko einstaklingin sko tjáningafrelsi hans, friðhelgi hans, en einstaklingshyggjan síðan allt annað mál og það að sýna sig meira og meira og meira hvað einstaklingshyggjan búin að renna sitt skeið. Það sem að rosalega geldhugsun, alltaf bara ef maður pælir í sko aðstæðum samfélagsins í heild hvaðan fólk kemur þangað sem það út af þeim samfélagsgrunni sem við höfum byggt. Þannig að við getum ekki sagt að við séum komin þangað sem við erum bara út af algjörlega eigin verðleikum. Það bara ekki þannig. Þannig að við erum alltaf einstaklingar í samfélagi. Það það sem við erum að koma. Að sjálfsögðu getur fólk gert ýmislegt gáfulegt og svo frá eins, en það ekki allir Einstein sem að geta einhvern veginn búið til allt sjálfur. Og það einmitt að minnka svo mikið að sem sagt, einstaklingsframtakið orðið svo veikt gagnvart því sem að við getum gert saman. Af því að hlutinir eru bara orðin svo stórir og flóknir að við verðum orðið að vinna meira saman heldur en að var mögulegt, var hægt áður. Einstaklingshyggjan var auðveldari áður, bara í einfaldara samfélagi. Ég held að þessi hægri vinstri pæling sé líka bara að við Píratar erum brókslega þrjóskir margir og við erum eitthvað með svona mótróaraskanir og við þolum ekki að láta stimpla okkur sem eitthvað. Ég sagði á þann hefnd nördana
og einhver leið þú sagðir að þetta veri svona jaðarsett fólk sem kemur saman. Það svona svolítið einkenni á þessu sko félagi að þetta fólk svona nördarnir saminuðist á netinu, það sem var einn nörd í hverjum bekk sko, sem var einn og svo náðu þeir svona saman. Eru Píratarnir þannig hópur sem að einhverju leyti sko, ég held að mjög fáir. Þetta ekki hópur vinsælukrakkana eins og Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn. Og mjög fáir hafa komið sko upp í gegnum eitthvað svona, þú veist, æskulýðs stjórnmálastarfið eitthvað svoleiðis, ég var aldrei einhverjum. Þetta ekki vinsælukrakkaklíkan. Nei, ég myndi ekki segja það. Herðu, en út í pólitíkina aftur. Þið eru í kompaníi svolítið með Samfylkingunni og Viðreisn. Þið líka í meirihlutanum í Reykjavík og víðar. Þessir flokkar samanlagt eru bara með allt og lítið fylgi. Þeir eru svona 35, góðum degi 40% samanlagt. Þið eru ekki að fara að stjórna landinu. Hvernig ætlaði að gera þetta? Við höfum nú toppað, við höfum farið yfir 50 í einhverjum kostninga. Það hefur verið mjög skammur, svo verður slegið niður strax aftur. Alveg rétt. Ég hef verið að tala fyrir, til dæmis, að við þurfum á minnihlutastjórn að halda, bara til þess að hrista. Svo þarf það meirihlutann samþykkja það og hann vill vera í stjórn meirihlutann. Ég veit það. Það breytir aðeins sko því hvernig ríkisstjórn nálgast valdið. Núna það bara þannig að ríkisstjórnin með meirihluta, veitað og sendir bara mál í þingi til þess að stempla. Þá ekkert aðhald neinstaðar. Og sko við allavega höfum verið tilbúin til þess að prófa að hafa minnihlutastjórn til þess að búa til eitthvað jafnvægi þarna á milli þessara valdastofnana sem framkvæmdarvaldið annars vegar og löggjöf og eftirlitsvaldið hins vegar. Til dæmis styðja minnihlutastjórn VG og Framsóknar ásamt Samfylkingunni, eitthvað svoleiðis og Flokki fólksins ef að þeir myndu henda Sjálfstæðisflokknum út úr ríkisstjórn. Til dæmis. Sem eigi vera í 2 ár, það eru plani sem við samþykkjum. Mér tæknilega séð alveg sama hvaða flokkur væri í framkvæmdarvaldinu. Ég veit að bara, þú veist, flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn eða Miðflokkurinn og svoleiðis myndi aldrei lifa kjörtímabilið af með okkur sem eftirlitsaðalega gagnvart þeim í þinginu. Það myndi ekki vilja það. Ekki séns, af því að þeir vita það að þeir myndu flaska á einhverju og þú veist, við myndum henda þeim, þú veist, enda vantraustið á það, tímalust. Allir aðrar flokkar eru eitthvað sem að væri alveg velgerlegt og væri mjög áhugaverð tilraun, ef að aðstæðan þannig en ég held að það þurfi jafnvel við þurft að breytast í þolinmæði fólkið sem líka alltaf erfitt. Þú veist, en það svo margt sem kemur inn í þetta, það svo erfitt að segja einhvern veginn þessi flokkar og það fer allt eftir því hvernig samningurinn myndi líta út, bara eins og með allt annað. Það við erum með okkar grunnstef sem leiður okkur áfram, þú veist, grunngildin okkar. Við erum með þessa grunnhugsun, það sumt sem að við gætum bara aldrei útderað. Og það til dæmis, þú veist, þessi spillingamál sem að grafa undan lýðræðinu og grafa undan þessu lími í samfélaginu okkar, sem lími samfélaginu okkar saman sem traustið. Þannig að ég veit ekki, ég get allavega ekki sagt, já, við myndum, þú veist, vera í minnihlutastjórn með þessum og þessum og þessum og þessum. Ég held að færa allt eftir því, sko, hvernig þá sá samningu myndi líta út, en ég held að það væri klárlega gott fyrir samfélagið að losna við Sjálfstæðisflokkinn frá völdum í smá tíma. Eitt af því sem að Píratar komu með var svona takmörkuð þingseta. Þeir var hætt á þingi allir sem að byrjuðu og einhverju fleiri til. Eru þið á síðustu kjörtímabilinu? Sko þetta eitt af því sem að þurft að svona endurhugsa því við byggumst við miklu hraðari breytingum. Nýja stjórnarskráin væri komin og þá væri þessi aðhaldstæki til staðar fyrir fólk utan þessa valdakerfis. Þannig að við þurfum að klóra okkur aðeins í hausnum sko, með það einfallega af því að til þess að ná fram þessum breytingum til dæmis styttingu eða takmörkun á kjörtímabilum þá sérstaklega fyrir ráðherra sem eru alveg tærri valdastöðu að þá þurfum við til að byrja með að komast á þann stað að geta breyti og það eina leiðin sko í því hingað til er bara því miður þolinmæði þannig að svo þetta er bara líka einstaklings
hvað er orðið sem ég er að leita, þú veist þetta bara, ég finna, einstaklega ákvörðun, ég finna rosalega mikið, þú veist, það er þessi fræga setning hérna, vald spillir. Finnur þú að setja spill, þú veit nú í stjórnarandstöðuna eða það er ekki vald? Nei, en ég finn fyrir því, ég finn alveg fyrir svona subtle breytingum. Þú veist, ég finn fyrir hvernig starfið hefur áhrif, alls konar, þú veist, jákvæð áhrif og neikvæð áhrif, en ég finn líka fyrir því hvað maður verður, þú veist, þetta er rosalega lýjandi starf, þetta er rosalega erfitt og ég get ímyndað mér hvernig það er þegar þú ert búin að vera í óbúslega langan tíma á þingi og hún Katrín Jakobsdóttir alltaf að tala þessar málamiðlanir sem hún er að gera og ég get bara ímyndað mér hvaða áhrif það hefur þegar þú ert alltaf einhvern veginn að grafa undan gildunum þínum og málamiðla þau í burtu í nafni pólitísks stöðugleika eða hvað sem þú notar til þess að réttlæta það. Þetta er náttúrulega bara ekkert hollt fyrir neina manneskju að gera það. Þannig að ég er rosalega vakandi fyrir þessu. Þannig að ég Það er ekki að verða Katrín Jakobsdóttir. Nei, þú veist, við passað mjög mikið upp á. Ég myndi ekki, þú veist, það er bara, en ég sé alveg hvernig gott, þú veist, hvernig fólk sem að brennur og er með hugsjón og vill vel getur enda þarna, þú veist, Þetta er svona hefðir ákveð, maður dettur inn í þetta umhverfi og það er einhvern veginn ætlast til þess og hægir á ákveðin hátt. Bara fólk, sko, er búið að fylgjast kannski með Alþingi í alla sína ævi, sér hvernig þetta funkar allt og svo þegar það kemur þangað, þá bara finnst því kannski eðlilegt að haga sér nákvæmlega eins og það hefur þú veist, séð þingið funkar á allir síni ævi. En það er kannski bara rangt. Svo er leikurinn bara svo rotin, þú veist, þingstörfin, þingleikurinn, pólitík, þetta er svo rotin. Almenningur hefur ekki álitað þessu. Nei, þetta er svo rotin leikur og þegar maður kemur þarna fyrst inn, að þá er maður bara eitthvað, af hverju er þetta svona, þetta er svo asnalegt, maður langar ekki til að taka þátt í þessu. Svo ertu búin að vera í eitthvað tíma og þú áttar þig á því að þú nærð ekki neinu, þú verður að taka þátt í þessu, annars ertu bara lame duck hérna inni skilur og getur ekki framkvæmt neitt. Þannig að svo tekur maður þátt í þessum leik, hvað áhrif hefur það á þig? Þú veist, hvað breytingar verða þér sem manneski þegar þú ert búin að vera í þessu í langan tíma? Það er óbúslega erfitt að fylgjast með því út af því að þetta er alltaf svo lítil skref sem maður er að taka í burtu frá sjálfu sér. Já, dálítið. Og þetta er alltaf eitthvað sem að ég, þú veist, hugsa dálítið og hef áhyggjur af og ég hugsa með mér hvað maður að gera. Ég, þú veist, bara duglegur að hugleiða, þú veist, núvitund, passa svo umkringja sig af fólki sem er ekki sammála manni, það er rosalega góð staður til þess að byrja á, fólk sem er, þú veist, alveg óhrætt við að segja manni þegar maður hefur gengið við strikið eða gert eitthvað slæmt eða rámt eða, þú veist, það er opaslega hollt, ekki umkringjaði með jáfólki, þú veist, þannig að ég held að það sé svona eitt af því hollasta sem við höfum gert allavega í okkar svona þingflokki hingað til að veist, við pössum rosalega mikið upp á hvort annað og spyrjum hvort annað spurningafslis og þar skiptir þetta upplýsingaflæði sem vorum að tala áðan svo miklu máli. En ef að Halldóra sem þingflokksformaður fer bara með sínar skoðunir inn á þann vettvang og bara kemur síðan tilbaka og tilkynna okkur hvernig hlutinir enduðu, að þú veist, þá verður allt eins og Halldóra er að segja, þá spillist allt. En hún er alltaf að hafa samband við okkur og segja svo staðan er svona og hvað finnst ykkur og þá finnum við önnur sjónarhorn. Og þetta er eitthvað sem við erum sko... En það þarf að breyta, þessu pólitík á ekki að vera svona. Nei. Þetta á ekki að vera svona. Þetta er algjörlega klikkað kerfi og það er eitthvað sem ég myndi líka vilja, þú veist, og ég veit að þú veist, við Píratar, við höfum rosalega mikið áhuga að gera það en aftur það er rosalega erfitt ef maður er ekki í stöðu til þess að breyta henni. Herðu. Takk fyrir að koma hingað og spjalla pólitík í smástund og til hamingju með afmælið aftur. Við sjáum svo bara eftir 10 ár. Herðu, en þátturinn er ekki búinn, þátturinn séu orðið langur. Við ætlum að fara núna til Noregs og að tekka á orkukreppunni sem var skekur Noreg og sérstaklega Suður.